ætlum aðeins að fara betur eða nánar yfir það sem ætlum að vera að gera hérna í vor og þetta er bara yfirlit á því sem að er í félagsstörfum og síðan námsefnið. En þess að námsefni vikunar er eins og ég sagði áðan, það er eitthvað sem að ég tók upp fyrir 4 árum og er svo að vísa í alls konar í kringum, það eru dæmi og það eru svona verkefni og eitthvað svona, það eru svona vikublöð sem ég gef upp sem ég sýni ykkur eftir. Og svo eru félagsstörf á miðvikudögum og mánudögum í einhverjum tilfellum farið yfir dæmin og vinna í minni verkefnum. En yfirleitt er þetta bara þannig að við eyðum eiginlega öllu tímanum í að vinna í þessu minna verkefni sem að liggur fyrir. Og það er alveg, það er alveg fram yfir páska sem að eru þessi minni verkefni, þannig að þau eru alltaf undir. En námskeiðslýsingin, og þetta er bara beint af Uglu og ég hef reynda fram á mánudag til að uppfæra þetta en ég held að þetta standi alveg sko. En þetta er bara framhald af Webfortun 1 þar sem farið er í umhverfi bakendaforritunar í Node.js, smíði og tengingar við vefþjónustur og tengingar við gagnagrunna. Þannig að við munum smíða vefþjónustur, við munum smíða bara svona RESTful þjónustur sem við höfum eftir að fara yfir nánar hvað þýðir og við munum nota PostgreSQL, gagnagrunnin til þess að vinna með og persista gögn, það er að segja geyma gögn sem að lifa á milli, þannig að við erum í raun að búa til stateful vefi í stateless umhverfi sem að HTTP og vefurinn er og við seinni part námskeiðsins munum við fara yfir svona framenda forritasöfn og framework til að setja upp svona nútímalegan framenda og ekki þá bara eitthvað vanilla JavaScript eins og við gerum í Webfortun 1, heldur bara nota eitthvað svona alvöru dót. Síðan erum við með öryggismál, þar sem við munum taka bara viku, þar sem við verðum bara félagsstjór og seinustu ár hefur fengið félaginn minn sem að rekur öryggisfyrirtæki sem heitir Ambaga til þess að koma og bara fara yfir öryggismál og öryggismál eru náttúrulega bara meira og meira í fréttum og bara svona í huga fólks þegar kemur að vefforritun og bara nóg að gera þar og við munum bara fara yfir konsept og ég mun bara segja eitthvað svona hey, þetta er það sem við þurfum að hafa í huga og svo praktískt munum við taka á nokkrum atriðum sem er auðvelt að taka á praktískt í verkefnum en síðan er náttúrulega bara komið núna bara sér masters nám í cybersecurity sameiginlegt með HÍ og HR þannig ef þið hafið áhuga á því þá myndi ég bara hvetja ykkur til að skoða það og svo er náttúrulega líka einhver námskeið sem eru bara að fara sérstaklega yfir öryggi og öryggismál. Eitthvað sem er búin að taka það? Eða er í? En það er bara mjög áhugavert. Þetta er svona, það mun vera nóg að gera í öryggismálum, sérstaklega bara með öllu því sem að hefur verið að vera og því sem að mun verða að vera þegar fólk er farið að svona vibe-kóta heilu production appin sem eru síðan surprisingly ekki nógu örugg. En verkefni felast bara í smíði vefja, það sem nýta skal það sem kennt er. Þannig að það er bara það sem við gerum. Við bara erum að fara að smíða og þetta er bara verkefni vinna. Þegar þið hefur lokið þessu námskeiði þá er þið að geta skrifa forrit í bakenda sem hefur samskipti við framenda til að búa til lifandi vef. Það sem er lifandi er í raun. Ég get skráð mig inn sem notandi, ég get gert einhverja breytingar á einhverju, það geymist, ég get skráð mig út, ég get skráð mig inn á einhverju öðru tæki og ég get séð hvað ég gerði. Ég er að geyma gögn og ég er að búa til samhengi sem þarf fyrir svona vefforrit. Útbúið vefþjónustur og tengt við vefi og gagnagrunna og gert það og það er bara eitthvað sem við þurfum fyrir þetta. Og það þarf ekkert að vera vefforritari til þess að vera að smíða síðan vefþjónustur. Mörg ykkar, ef þið farið í einhverja vinnutengt forritun, munið vera bara að smíða vefþjónustur, ekkert endilega í Node.js, heldur kannski í .NET eða í Python eða eitthvað og þá munum við fara yfir svona almenn koncept sem að nýtast þar líka, þó svo við munum skrifa það praktískt í Node.js. Skilað útskýrt helstu öryggismál sem snúa vef. Við munum byggja þetta mestu á OWASP sem er Open Web Application Security man ekki hvað P er en það er bara svona opin samtök sem eru með fólk allstaðar úr bransunum og er í raun segir bara þetta er það sem fólk á að vera að fókusa á núna þannig að það gefur út svona topp 10 lista sem er bara svona ef þið vitið hvað það er og vitið hvað er í topp 3 þá eru þið bara nokkuð vel sett og ef þið farið eitthvað dýpra þá eru þið bara komin í topp 5% af því sem að vefforritrar vita svona almennt. Svo ætlum við að setja vef upp á hýsingu og það er þá alveg með öllu því að setja upp framenda
setja upp vefþjónustu, tengja það saman og svo mun ég sýna ykkur líka hvernig við getum keypt domain, setja upp subdomain og vera að gera þetta og setja sér gagnagrunn sem vefþjónustan tala við og láta þetta allt saman dansa og við munum nota nokkur mismunandi plattform fyrir þetta en ég að vona að það sé í raun allt eins og það var. Þau eru alltaf að verða meira og meira læst niður, meira og meira að þið verðið að taka upp kreditkortið til þess að geta notað þetta og mitt markmið að þið þurfið ekki að borga fyrir eina þjónustu. Og það, ég hef ekki séð að það sé þannig en ég seti samt alltaf þetta fyrirvara það. En til dæmis við notum Netlify í fyrsta verkefninu, það er ennþá með free tier en það var í raun virkilega limitað núna í fyrra þannig að þið fáið bara eitthvað svona einhver credits og þau geta klárast og þá gefum bara eitthvað svona þú getur ekki deployað fyrir að eftir x klukkutíma sem að kreditinu þín er núa þannig að þið þurfið svolítið að spila með þessu þið hafið alltaf möguleika á því en ég krefst þess ekki að bara borga fyrir þjónustuna og fá þetta og svo eru einhverjar þjónustur sem eru með svona student eitthvað tier þannig að þið getið hjá GitHub getið þið bara sendt inn staðfestingu á því að þið séu nemendur í Háskóla Íslands þið þurfið að setja inn eitthvað, ég veit ekki hvort þið getið fengið eitthvað svona sem þið getið sendt inn en þá fáið þið bara GitHub Pro aðgang svo lengi sem þið eru í námi og tengt því fáið þið líka aðgang á einhverju þjónustu en ég ætla ekki eitthvað sérstaklega að vera að fara yfir það með ykkur en ég bara hvet ykkur til þess að skoða það er margt að núti sem þið getið bara fengið aðgang á og fengið kredit inn á og getið þá einfaldað ykkur eða bara fengið bara eitthvað góð tól á engu verði gróf kennsluáætlun að núna fyrstu 4 vikurnar ætlum við að taka þess að Node, Hono sem er svona framework til þess að búa til backenda námsefni notar samt allt Express en það er mjög svona þetta er svona 70% það sama en þið getið skoða það upp á konceptin en svo munum við praktískt nota Hono svo ætlum við að setja Postgres ætlum við að fara yfir auðkenningu og notendaumsjón og öryggismál og svo ætlum við að vera með svona þvert yfir svona testing, logging og monitoring og hýsing og eitthvað svona sem við vinnum alltaf aðeins í meðfram. Svo ætlum við að taka TypeScript og ég ætla eiginlega bara að reyna að byrja á því í næstu viku. Þetta færist alltaf framar og framar af því að TypeScript er svona eiginlega bara búið að taka yfir JavaScript. Það eru ekkert rosalega margir sem svona í bransanum að skrifa JavaScript. Þetta er yfirleitt TypeScript en TypeScript er bara JavaScript superset sem að bæti við typing og alls konar tengt því en bara, já, þannig að vonandi bara byrjum við á því næstu viku. Síðan ætlum við að taka vefþjónustur í svona 2 vikur og aðalega er það bara að tala HTTP og svona REST sem er hugmyndafræði og svo ætlum við að tala SOAP, þegar sum eitthvað munum kannski þurfa að díla við gamla SOAP þjónustur en við ætlum bara rétt að nefna það og svo caching og Redis, hvernig kössum við almennt bara með HTTP, hvernig getum við notað Redis til þess að kassa en Redis er rosalega gott tól en við getum líka bara notað það sem svona key value store og það er líka komið fleiri svona key value store í öðrum produktum. Svo ætlum við að taka frammendaði svona cirka 4 vikur og þar mun laumast inn svona annað svona vefþjónustu koncept sem er GraphQL sem er svona svar við REST en eins og þið kannski heyrt mig segja en ég segja núna vefforritun þetta er bara pendul sem sveiflast. Hann sveiflast í ýmsar, nú þetta svona 2 pendular svona sem orðið. Fyrsti pendulin það að það var alltaf meira alltaf clientnum. Gerum allt í frammendaframeworkinu. Server rendering og server side, þetta er bara bóla. Svo bara eitthvað, já, nei. Nú erum við komin með 30 megabæta frammendaprojekt. Þar sem við notum kannski 20 kilobæti í alvörunni. Já, gerum þetta bara meira á servernum. Og við erum sem núna pendulin að sveiflast í 8 servernum. Það er allt á servernum núna. React Server Components, það er bara minna og minna á clientum og mér finnst það réttara þannig að ég er bara sáttur við það og svo hinn pendulin REST, geggjað og svo bara nei, REST, ógeðslega mikið vesen, overfetching, underfetching gerum GraphQL, svo bara GraphQL GraphQL er svo ótrúlega flókið, N+1 queryur og nota alltaf mikið resursum fyrir gerum bara REST er actually mjög gott, þannig að við erum aftur að sveiflast núna í áttur að REST þannig að það er gott, þú veist, ég er bara einhvern veginn á milli og er bara eitthvað, hei, gerum bara það sem fólk er að gera, lærum bara almenn koncept, skemmtilegt. Og svo eru svona önnur hugsanlegt námsefni sem að þið getið líka skoðað í verkefnum, ég mun segja að þið getið notað þetta en ég mun kannski ekki endilega vera að eyða miklum tíma í það í fyrirlestrum. Nest.js getið notað það í hópverkefni 1, en það er bara svona eins og
bara svona Hono og styrum. Hér er bara full blown dependency injection based framework til þess að búa til vefþjónustur með bara serviceum og modulum og bara allt tip-top og bara minnir á svolítið bara svo smíða í Java eða C-Sharp. Það er bara mjög töff og mjög gott en þarf alveg að gefa sér tíma til að læra. Prisma, það gerir svona ORM á styrum, Object Relational Mapper, sem að gera það verkum að við getum búið til skema fyrir gagnagrunn okkar í kóða og svo kerum við bara eitthvað tól og þá býrum bara til alltaf töflurnar fyrir okkur í Postgres. Lærum við kannski ekki sérstaklega á að búa til töflur í Postgres en við erum samt ekki hérna til að læra SQL þannig séð og getur hjálpað okkur mikið. Svo er Web Components, Svelte, önnur JavaScript, keisluumhverfi, Deno eða Bun, eitthvað sem getur skoðað og jafnvel farið dýptina í einstaklingsverkinu. Og svo önnur forritunarmála umhverfi, Python, náttúrulega mikið að vera í Python. Það sé núna aftur búið að taka, það var á tímabili mest notað forritunarmáli í heiminum samkvæmt GitHub. TypeScript tók það yfir, eða TypeScript og JavaScript, en núna á Python tók það aftur núna í lok árs, aðalega bara út af því að PyTorch er til, held ég. Og en svo líka bara í .NET, það er bara mjög fínt að forrita í .NET, sérstaklega vefþjónustur, Web API í .NET er bara frábært framework og já. Þannig að þetta er svona námsefnið og það sem við ætlum að fara að brasa við. Einhverjar spurningar eða eitthvað sem ykkur langar að vita meir um? Eitthvað sem þið heyrt um, forritunum, er það eitthvað sem við munum fara yfir? Til í allt. Þið eru bara svampar. Eins lengi og það virkar. Já, þetta virkar allt saman maður. Það fer bara eftir í hvaða samhengi þú vilt að vinna þetta. Herðu, þá ætlum við að fara aðeins yfir vef námskeiðsins og hann er hérna og hann er bara eins og hann er í Vefforritun 1 og eins og hann hefur verið síðustu ár og það er bara kennsluáætlunin er hérna. Þannig bara komið inn á GitHub, skrolla þess niður og þá sjáum við bara töflum í kennsluáætluninni. Við erum hér og við erum í raun að klára þessa hérna 2 hluta og svo ætlum við að fara aðeins yfir Vef 1 og svo ætlum við að byrja bara á Node.js og NPM í hérna á eftir. Ég ætla að fara aðeins yfir verkefni 1 og svo höldum við bara áfram í þessu. Í næstu viku munum við halda áfram í raun með þennan hérna part sem er bara hvað er Node.js og hvað er NPM og hvernig erum við að forrita svona bakenda forrit, command line forrit þannig séð í fyrsta verkefninu í JavaScript með Node. Það ætlum við að skoða testing og fara í TypeScript. Svo byrjum við hérna, setjum fyrir námsefni þannig að þið getið byrjað að skoða það fyrir HTTP og fyrir Hono og Express og svo er það eitthvað sem við munum taka í verkefni 2 þar sem við ætlum í raun að búa til bara vef sem að notar eitthvað svona bakendakerfi til þess að búa til bara vef og það er þá routing, það er templating, það er hvernig setjum við upp svona asset handling eins og fá myndir og CSS og já, aðalega bara routing og templating. Síðan förum við yfir form cookies og sessions og Postgres og notendumsjón vefþjónustur og hýsingu og já, þannig hérna er bara þetta, þannig að verkefni 1 skil á því, fyrstu skil 29. janúar held ég, hefur maður rétt og þetta á bara að vera svona þannig að ef ég breyti þessu þá læti ég ykkur vita ef að þið segja, heyrðu, við erum mörg hérna í þessum áfanga og það er bara rosalega mikið að vera hérna í 5. viku þá getur þið bara sagt hérna og þá getur við alveg hnikað til og veist, það er alveg pláss til þess að breyti ykkur hérna en hérna þetta er planið eins og er. Síðan erum við með vikublöð sem ég gef alltaf út. Ég er búinn að gefa út fyrstu vikublað fyrir vikuna núna og eftir mun ég gefa út vikublað 2 sem er það fyrir næstu viku og svo verður það bara takturinn. Og það er bara hvað er að fara að gera í vikunni, fyrirlestra vikunar, það er að segja bara uppteknum fyrirlestrinir og hvað það er og hugsanlega við tölum um eitthvað aukaefni, mun ég senda linkin um það, námsefni og lesefni fyrir vikuna, dæmi tengt, lykilhugtök. Þetta var í Vefforritun 1, ég veit ekki hvort það make sense, ég ætla aðeins að sjá til. Það er aðalega út af því að það hjálpa til við þegar það kemur síðan á prófi, en það er ekkert próf, þannig að
Og svo verkefni vikunar sem svona mitt upplag af því sem að þið ættu að vera að gera. Og ef þið tekkið öll bugs þá þið bara mjög góð fyrir vikuna. Svo aðeins hérna mállíkunin, þið getið skoða þetta, við tölum kannski aðeins það betur næstu viku. Ég ætla að uppfæra þetta hérna, þetta vísir ennþá á gamla frá því fyrra. Þannig hérna verkefni 1 og svo hérna bara vikublaði fyrir núna. Þá getið farið hérna, þá sjáum við bara hérna, við ætlum að fara yfir þetta. Hérna mun ég setja einn linka á eftir, ég mun senda ykkur tengil sem fyrir bara nákvæmlega hingað, þannig að þá getið þið séð bara upptökunar á öllum fyrirlestrunum. Hérna síðan námsefnið og þá þetta þessi kynning og þá hafið þið hérna í raun glærurnar sem ég var að fara yfir, það bara nákvæmlega þetta hérna efni, þannig að þá það hér. En síðan fyrir efni sem ég ekki að halda sérstaklega fyrirlestra fyrir, þá það hérna, þannig að þetta upptökur frá því fyrir 4 árum, þannig hérna kynning á Node.js og þá þetta bara upplýsingar þetta. Hoppa nákvæmlega niður hérna, hérna vídeo og þetta þá bara upptaka á fyrirlestrinu frá því fyrir 4 árum sem það bara ég að fara í gegnum fyrirlestrinu sem ég var að gera hann hérna en stoppa fer yfir dæmi þannig þá sjáu þið fyrirlestur í samhengi við dæmin og dæmin eru síðan hérna og þá bara hérna eitthvað forrit sem skrifa bara hello world eða hello heimur hérna eitthvað dæmi sem skrifar eitthvað út á sekundu fresti og þá tala ég þetta forrit mun aldrei hætta út af því að það hefur alltaf eitthvað að gera og þá það, hvað event loopan og event loopan það sem keyrir áfram Node.js forrit og í raun líka vefforrit þannig að það eitthvað sem ég fer yfir í námsefninu ég mun nefna það en ég mun ekkert fara og stoppa við að útskýra það af því það útskýrt hér og svo meira að segja í aukaefni hérna það sem alveg afskaplega góður fyrirlestur, gamall en mjög góður bara það hvað, hvernig keyra JavaScript-forrit. Þetta bara mjög gott. Ef þið horfum bara eitt aukaefni þá þetta alveg frábært. Sem segja bara hvernig blocking JavaScript, hvernig vinnur JavaScript á einum þræði, hvernig get ég verið með að lesa úr skráarkerfinu, kalli í vefþjónustu og kalli í gagnagrunn, gert þetta alltaf á sama tíma en ég samt ekki að blokka mainþráðinn. Það þá hvernig það þetta event-drifin uppsetning á plattforminu. Svo ítarefni hérna, sögulega, hér í raun bara frá 2009 þegar að Node.js var fyrst kynnt á einhverju JavaScript meetupi. Þetta bara Ryan Dahl að vera mjög vandræðileg, hann ekkert vandræðileg, hann bara mjög stressaður að kynna bara þetta, en gaurinn bara eitthvað snillingur og bara bjóð þetta til og núna bara eitthvað, já, ég ætla að gera þetta aftur og hann svolítið búið núna til demo sem hann svona, ég bjóð til Node og nú ætla ég að gera það aftur betur. Það svona ekki alveg að ná flugi, en og svo bara verkefni, þannig að ég hafi bara hérna vera með Node, vera með Git og rifja það upp, logga ykkur inn, vera bara með þetta uppsett, Netlify aðgang, Visual Studio, fara yfir námsefnið, byrja verkefni 1 og svo hérna skoða verkefni 1 frá því fyrra og í hitti fyrra og það bæði verkefnalýsingin og sýnlausnin og þið getið skoða það og þetta alveg keimlíkt, þið getið list verkefni bara með því að skoða þessa sýnlausn hérna og geta eðunar, það ekkert að því að þið lærið að því að lesa kóða af því að við eyðum langtum meiri tíma í að lesa kóða en að skrifa kóða þannig að já, þannig að þetta þetta og þá getum við líka farið hérna hér, nei, ekki hér farið í námsefni og hérna mun bara dúndrast inn möppur með öllu námsefninu eftir því sem að við höldum áfram inn í misserið og þá bara hérna og þá getum við farið hér og hérna bara aftur fyrirlestur, vídeó og dæmi aukaefni, ítarefni hérna safnaði saman og ég bara fer yfir þetta og er að passa hérna eins og hérna, dæmi hér eru eingöngu hér eru einni með CommonJS modules en í dag ætti bara að nota ECMAScript modules þannig að það eru dæmi sem nota CommonJS hér en öll dæmi síðan í framhaldinu nota ECMA eða ES modules eða ECMAScript modules og ef þeir eru bara eitthvað ECMAScript modules, CommonJS, hvað er að tala þá bendi ég á þennan hérna fyrirlestur sem að segir hvað þetta og af hverju dæmi og svo tala ég meira það í þessum hérna fyrirlestri.
Ok. Einhverjar spurningar varðandi þessi praktísku atriði sem við erum búin að núna að fara vel yfir að ég tel. Þá ætla ég bara að segja þessu lokið. Fyrst ætla ég samt aðeins að benda ykkur á hérna að hérna er upprjónum vefforritun 1 þar sem ég er að benda ykkur á svona aðalatriðin úr því. Þannig að hérna er HTML. Þannig að hérna er svona, ef þið horfið að 3 fyrirlestra HTML eða kynnið ykkur, þá er hérna HTML element, að skrifa HTML og aðgengi. Þannig að ef þið opnum bara þetta, þá farið þið bara beint inn á bara nákvæmlega eins format bara í vefforritun 1, þar sem er fyrirlestur það hvernig á, þú veist, hvað ber að hafa í huga þegar við skrifum HTML og vídeo á því. Og svo dæmi og svo getið þið skoðað nánar ef það er eitthvað þarna sem þið viljið fara nánar í, þá getið þið fundið það bara út frá námsefninu. Saman fyrir CSS, box-módelið, flexbox og grid. Svo er tengt þessu koncept sem þið þurfið að kunna, en ef þið vitið hvað þetta er og allt sem er tengt þessu, þá eru þið góð með CSS. Og JavaScript, svolítið svona, það er ekkert til dæmis forritunarmálið, en það er þarna í tengt. Þetta er svona það sem þið ættu að rifja upp ef þið tóku vefforritun 1 í hittifyrra eða eða árið þar áður. Gleymdi nú að spyrja, hversu mörg ykkar tóku vefforritun 1 í fyrra, svo 2025? Ok, like it. Sem sagt, að koma beint úr vefforritun 1 í vefforritun 2, sérstaklega, er það á fyrsta ári? Er það á öðru ári? Já, þeir eru ekki, þið tóku ekki vefforritun 1 2025, þið tóku 2024. Já, ok. Að það komum vefforritun 1 á fyrsta ári, í vefforritun 2 er alveg grimt, en það er alveg einhverju aðalega sem hafa gert það, en þau hafa ekki mælt með eftir á, en hérna, það er alveg hægt. Þannig að hver tók vefforritun 1 2024 fyrir á fyrsta ári? Já, það er svona mega meira sens. Og fyrir 2 árum? Ok, þannig að þið eru á 3. ári núna. Já. Og svo einhvern tímann áður, svona ekki að fylgja eftir kannski eðlilegu flæði, ég bara styð það mikið. Ég alls ekki eðlilegu flæði. Nei, það er bara gott. Ég bara fíla það. Ertu í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði? Já. Þannig að það er bara jákvætt. Svo er hérna GitHub, tæki og tól og ekki meira það. Þannig að þá ætlum ég núna bara að stoppa hér og fara yfir verkefni 1.